Taka, a tu elszka.
og ætlar Snorri Óskarsson að tala til okkar. Megi Drottinn blessa ykkur ríkulega. Amen. Amen. Það er aðeins að fá að skjóta einn svona tæknilegum atriðum sem að hafa ekki verið á allra færi. En þetta er bæði ákveðin tilraun og svo ekki síður það að við erum að senda út hérna frá þessum stað og ég þarf að vera í Keflavík, Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík og svo ætla ég að sér þetta með ykkur, er ekki komið þetta núna, Bjarni minn? Látum á reyna. Jú, ég sé sjálfa mig hérna, þá sé ég sér þetta núna að fara inn á minn vef líka. Svoleiðis að við erum að reyna að tengja tæknina við allt af því að allt sem við erum að gera, þetta er gert til þess að það verður opinbert. Við erum ekki að grafa Jesú og við erum ekki að iðka okkar trú bara í reyni. Við stöndum líka frammi fyrir því að vera honum til dýrðar, allstaðar, hvað sem er, hvenær sem er. Og við skömmumst okkar ekki fyrir Guðs orð. Við sjáum það að Guðs orð er stórmerkilegt. Og meira eins og Kitty var að segja áðan að Björn Leví Pírati, hann reyndi nú að sanna það að Guð er ekki til. Og honum tókst það ekki nógu vel. Hann gæti ekki alveg samfært mig allavega vegna þess að Jesús er Guð. Amen. Og Jesús er til. Og ef að Guð er ekki til sem við ekki sjáum, sko, það er engin veira til þá, því sjáum það heldur ekki. Þannig að, þú veist, ef við ætlum að fara út í þessar röksemdir, ég þarf að sjá, ég þarf að skynja, ég þarf að heyra, þá er þetta svoleiðis að það er eins og allstaðar í manninum, hvað sem þú finnur mannin, þar er einhver trúarþörf. Og hvaðan kemur það? Ekki er þetta eftir skóla, þetta er eins og við séum byggð fyrir það. Það er eins og þetta sé sett í okkur. Og við vitum og skynjum, og ég hef líka lent í þessu með gamla fólkið okkar, þegar tengdapabbi var orðinn gamall og þá sagði hann, ég bara skildi ekki, þá var hann komin yfir áttrætt, ég er komin þetta langt og mér finnst ég ekki vera svona gamall. Það er nákvæmlega. Það er vegna þess að Biblían segir að andi Guðs sem í okkur er, hann er eilífur. Hann eldist ekki. Þess vegna erum við svona hissa mótnana þegar við sjáum spegilinn. Hver er þessi sem horfir á mót okkur? En horfið er bara á það að hinn innri maður er það sem að Guð ætlast til að fá að snerta þig og mín. Og ég vonast til þess að þessi boðskapur í dag, hann verði til þess að þú fáir séð þinn innri mann og ég ætla aðeins að fá að nefna við ykkur nokkur atriði hér sem tengjast okkar innri manni. Hvaða álit hefur Guð á þér? Hvernig haldið? Haldið þið séu hátt skrifuð eða lágt skrifuð? Hvað? Við getum alltaf spurt það sko. Hvaða álit hefur Guð á mér? Og hluti af þessu áliti kemur fram í fyrra bréfi Páls postula til Þessalónikumanna. Farið þangað, komið með mér í fyrsta kapitula, neða þetta í annar kapituli, og við skulum fara í fjórða versi þar. Er ekki það? Er ekki þarna? En Guð hefur talið oss maklega. Sjáu þetta. Þetta er gríðarlega mikil hvatning fyrir okkur að vera talin maklega, að geta varðveitt fagnaðar erindið. Og þegar við lesum þetta úr okkar góðu bók, Biblíunni, þá segir Páll, og þetta er til Þessalónikumanna, og þið vitið, þeir voru ekki gyðingar, þeir voru ekki upprunalega trúaðir, gyðinglega kristnir, þetta var ný tegund af kristnumönnum sem kom þetta inn. Og þessi menn, en Guð hefur talið mig maklega þess að trúa, en það segir hér, en Guð hefur talið oss maklega. Þannig að fleiri tala hérna. Mér líkar það betur því að það er eins og við öll fáum þetta að við séum talið makleg. Hvað? Til hvers? Að trúa oss fyrir fagnaðar erindinu því að við tölum ekki eins og þeir þóknast vilja mönnum. Það svolítið veikleiki hjá okkur.
Við erum oft á tíðum tekið þarna í landhelgi. Já. Við erum svolítið að flytja fagnaðarerindi eins og við höldum að menn vilji heyra. Og ég sá það hjá þjóðkirkju prestum núna í haust. Þeir voru á þingi og það var eitthvað kirkjuþing og þeir spurðu hvað vill þjóðin heyra? Og það er alltaf sama vandamál. Á ég að tala eins og þið viljið heyra eða á ég að tala eins og Guð vill að við heyrum? Hvað er það sem að við viljum heyra? Ég er alveg handis þetta, við erum til sögum Bílea. Þegar asnan bílaði og hann var á brúnni og asnan gat ekki haldið áfram. Og hann fer að berja skepnuna og þá er það engill Guð sem talar í munni skepnunar. Og þá bara fer Bílean alveg, heyrðu, hver kendi þér að tala? Skepnan sagði við inn við Bílean, af hverju er þetta að lemja mig? Hef ég gert þér eitthvað? Skepnan sá engilinn í veginn, en ekki Bílean. Var til engill. Samkvæmt sögunni Bílean, þá var engill til. Og vitið það er svo merkilegt með Bílean, þetta er einn af fyrstu spámönnunum sem talar í Biblíunni. Hann var svona samferðamaður, samtímamaður Abrahams. Fornleifafræðingar voru að grafa upp í Jórdaníu og þeir fundu stað og þar var áletrun. Og þessi áletrun slóð á svolítið vegna þess að þetta var áletrun Bílean spáð. Og þá sögðu fornleifafræðingarnir heyrðu, sagan Bílean er þá sannsöguleg, hún er sagnfræði. Hún er ekki einhver trúarmyth eða trúarsaga, heldur þetta sagnfræði sem þetta kemur fram. Og margt af því sem að okkur er trúað fyrir kæru vinir, það er sagnfræðin sem að Guð vill að hljómi hjá þér og mér. Þess vegna skulum við einmitt lesa þetta hjá okkur, því að okkur er trúað fyrir. En Guð er talað oss maklega þess að trúa fyrir fagnaðarerindinu. Því að það að við tölum ekki eins og þeir, þóknartilja mönnum, heldur Guði, sem rannsakar hjörtu vor, aldrei höfðum við neinn smjaður yrði á vörum, það vitið þér, og ekki bjóð þar ásælni að baki. Þetta nælaðin á mjút, held ég. Er nælan dottin út? Já. Er þetta betra svona? Það er svolítið sláttur á manni að það er eitt og annað sem dettur út. Þetta með fagnaðarerindið, hvað við boðum. Það er svo mikill kjarni í kristinni trú að við séum Guði trú. Við séum Jesú Kristi trú. Og tilfellið er að þegar við förum í að skoða okkur sjálf og við finnum þessa veikleika, ég vil tala eins og bara þá Kitty ánægður, þá Dóris ánægð og við tengjum þetta svona saman, en við þurfum ofta að heyra hvað við þurfum, hvað Guð vill heyra, hvað Guð vill segja. Og þess vegna er það stundum að við jafnvel stuðumst vegna þess að það er eitt og annað sagt og annað palli sem að ég þarf bara að heyra. Og ég ætla aðeins að fá að tala við ykkur þetta atriði sem er bara líka mjög gott. Það er vilji Guðs að þið verðið heilagir. Hvernig líst ykkur á? Heilagur, erum við ekki nógu heilagur? Það er vilji Guðs að þið verðið heilagir. Fráteknir. Ok. Þú hefur allavega margar freistingar til þess að líka eftir. Það er til mjög mikil freisting í dag, það er að fara eftir einhverjum á samfélagsmiðlum sem klæða sig svona og segja þetta og lifa svona lífsmáta og menn að fylgjast með þessu fólki í hundraða, jafnvel þúsundatali, það er að setja sig fyrirmynd. Og fyrirmyndirnar hafa gríðarlega mikið að segja fyrir þann sem horfir á. En hér segir, það er vilji Guðs að þér verðið heilagir. Hann vill að þér haldið frá frillulífi, sérhver haldi líkamann sínum í helgun og heiðri en ekki losta eins og heiðingjarnir sem þekkja Guð. Nú er að renna upp helgi, þar sem allir að fara út að skemmta sér. Hvernig skemmtum við okkur?
Jú, það þarf að kaupa nógu mikið vín, það þarf að vera nógu djarfur, það þarf að fara yfir öll mörk og við leyfum okkur þetta og við leyfum okkur hitt. Og tilfellið að það er alveg gríðarlega mikið sukk sem fylgir þessari helgi. Er það að vilja Guðs? Hann vill að við séum heilög. Má það heyrast núna fyrir þá sem ætla að fara á þjóðhátíðina eða fara að skemmta sér eða fara að hingað og þangað? Haldið ykkur heilögum. Það er vilji Guðs. Guð að trufla að ég fara út að skemmta mér. Já, hann gerir það. Því að hann vill svolítið eiga þig og mig. Og svo segir Páll líka við okkur, við höfum að halda líkama okkar í helgun, ekki í frillulífi. Og hvað er þetta frillulíf? Jú, því fleiri kærustu sem þú átt, því meira að frillulífi hefur stundað. Ég hef átt eina kærustu, og hún er núna eiginkona. Ein er nóg. Ein er nóg. Og það er það sem að Guð vissi með Adam, þess vegna skapaði hann bara eina Evu. Og Adam, hann lét sér það linda í það minnst í 930 ár. Af hverju dugðu svona vel? Það þurfti ekki að skipta Hún var bara hinn fullkomna fyrir Adam, enda gerð af Guði sérstaklega fyrir Adam. Hún gerði ekki allt rétt. Henni var líka á. Og hluti af okkar vanda er til dæmis þessi, að í dag þá eru menn mjög gjarnan að vega að feðraveldi, eitthvað sem heitir feðraveldi. Það verður að beina sjónum okkar gegn því sem að Guð hefur sagt, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Af hverju eru konur á móti feðraveldi? Hafa feðurnir allir brugðist? Nei, ekki alveg. Við menn erum mjög gjarnan að bregðast. Og kannski eru menn að bregðast vegna þess að það veit enginn hvernig á að tala til þjóðarinnar. Þeir eru að vilja svona tala þannig að þeir veri vinsælir, en við þurfum að tala til þjóðarinnar eins og hún þarf að heyra. Og það er stóra málið í þessu. Og enginn skyldi gjöra bróður sínu rangt til, né blekkja hann í slíkum sökum. Má það vera að við förum ekkert að blekkja hvert annað, heldur tökum á málunum eins og best er hverju sinni. Má ég aðeins benda ykkur á eitt atriði. Það er atriði sem hefur komið svona til okkar og við heyrum að þetta er jafnvel í fréttunum hjá okkur. Daginn þá sá ég það að Biden hann kom í heimsókn til Ísraels. Sáðu það? Og Biden hann gerði sér lítið fyrir, ég ætla að reyna að sýna ykkur þetta. Hérna í glæru sjó, en það hefur ekki alveg tekist. En ég ætla þess að fara með ykkur bara inn í aðra þætti. Biden hann fór í ferð til Austur-Jerúsalem. Og blaðamennu þótti það mjög merkilegt, þegar þau tóku myndir af þessu, að þá var Biden á sínum eigin bíl og þegar hann fer inn í Austur-Jerúsalem þá er hann búinn að taka ísraelska flaggið í burtu og það er bara bandaríski fáninn á bílnum. Hann var hann gestur hjá Ísraelsmönnum, tekur Ísraels flaggið í burtu og rennir inn í Austur-Jerúsalem vegna þess að hann var með boðskap. Og boðskapurinn var þessi: Austur-Jerúsalem skal vera höfuðborg Palestínuríkis. Og þetta fór út allan heim í gegnum augu okkar allra og það var misjafnt hvað fréttirnar útskýrðu málið. En þetta voru mjög sterk skilaboð. Við ætlum að kljúfa Jerúsalem. Og hvað þýðir það? Hefur það eitthvað með okkur sjálf að gera? Erum við komin að þeim tíma að þjóðir heimsins heyra nú á að skipta borginni? Eigum að fara saman í Sakaría spádómsbók? Það er bók sem er svona skrifuð 500 árum fyrir Krists. Og þetta er svo merkilegt þegar við erum að lesa spádóma Biblíunnar, þá hafa þeir erindi til fréttamanna á Íslandi í dag. En þeir vísa aldrei til Biblíunnar, í fyrsta lagi vegna þeir þekkja hann ekki,
Í öðru lagi vegna þau trúin ekki. Og svo þegar þetta blasir fyrir framan augu þeirra að þá segja, getur þetta bara verið? Og nú skulum við sem eru hér í Keflavík og heyrum Guðs orð tala það sem að þjóðin þarf að heyra. Skilaboðin í gegnum Biden voru einmitt þau að Ísraels ríki verður að missa af Jerúsalem. Og þá skulum við fara inn í Sakaría spádómsbók og ég ætla að lesa fyrir ykkur það sem hann segir. Þetta bæði farið í Sakaría og Sefanía. Þetta eru stórmerkilega bækur. Ég á blaðsíðu svona 960 og 4-5 eitthvað svoleiðis í Gamla testamentinu. Yfirskriftin af þessu kafla á efsta degi. Á efsta degi. Og hvað þýðir það? Erum við að nálgast hinn efsta dag? Og svo þegar ég lesi þetta eftir Sakaría frá því 500 fyrir Krist, við erum að tala 2500 ára gamlan boðskap. Er hann ekki orðinn úreltur? Hefur hann komist inn í milli eyrna þinna? Geymur hann hér? Er hann í hjarta þínu, þú sem trúaður? Eða erum við búin að ýta þessu frá okkur vegna þess að það er svo langt þangað til að Jesús kemur? En sjáu hvað þetta er merkilegt. Þegar Sakaría greinir okkur frá þessu atriði, þá segir hann svona, sá dagur, kafli 14, Sakaría 14:1, gleymi ég öllum tölum, fyrirgefðu Dísa mín, ég skal muna, já, græn, Sakaría 14:1, sá dagur kemur frá drottni, að herfangi þínu verði skipt mitt í sjálfu þér. Og ég mun safna öllum þjóðunum til hernaðar móti Jerúsalem. Hafa þessar þjóðir erindi til þess að fara í gegn Jerúsalem. Og Biden, hann lagði þetta til núna þegar hann vildi koma með skilaboð til Palestínumanna, þið fáið austur Jerúsalem og þjóðirnar allt í kring, þær verður voðalega ánægðar. Já. Nú verður ekki undan því komist, nú verður borginni skipt. Gyðingarnir eru ekki ánægðir. Og ég segi ykkur af hverju? Í ár, þetta ár, er fagnaðarár hjá þeim. Ef þið lesið fagnaðarárið, þá hafði það eitt einkenni að Guð, hann setti niður reglur fagnaðarár. Allar skuldir skyldu falla niður. Allar jarðeignir skyldu falla til eigenda sinna. Þeir gyðingar gátu aldrei selt land sitt eða jörð. Þeir gátu leigt hana út mestalagi 49 ár. Þegar æðstaprestskipti urðu, þá var fagnaðarár. Og fagnaðarár var hvert einasta 49. ár eða 50. árið getum við sagt. Og til að hafa þetta bara rúmt. Nú er fagnaðarár. Og nú eru gyðingar, þeir standa frammi fyrir því að samkvæmt þeirra reglum og samkvæmt lögum drottins þá á landið að falla allt til þeirra. Það eru 2 staðir núna sem að gyðingar hafa ekki alveg fengið full yfirráð yfir. Annað er musterishæðin og það er endalausa deilur í kringum musterishæðina. Fylgist þið með, bara takið þið eftir fréttum. Ég er ekkert að segja ykkur dagsetningar eða neitt þess að það, horfið þið á atburðarás. Það er atburðarásin sem skiptir máli. Og hvers vegna skiptir máli að við fylgjumst með musterishæðinni? Á þessu ári, fagnaðarári, þá mun Guð sjá svo að landareignin, hún fellur réttum eigendum í hlut. Gyðingar fá hana. Og hvað gerist þá þegar gyðingarnir fá landareignina? Þeir komu í hornsteinin og þeir reisa musterið. Þeir byrja á að reisa musterið. Meiga þeir það? Já, þeir meiga það og þeir eiga að gera það. Og það er svo merkilegt að við sjáum að þegar þeir eru komnir með Jerúsalem og þeir ætla að skipta Jerúsalem, þá eru þeir farnir að setja sig upp á móti Guði almáttugum. Og sjáu hvað gerist. Sjáu hvað Sakaría segir Jerúsalem. Og ég ætla bara að benda ykkur á
þegar hann talar í öðru versinu þarna, helmingur borgarmanna verður herleiddur, hinn líður mun ekki upprættur verða úr borginni og drottinn mun fara og berjast við þessa þjóðir eins og þegar hann barðist forðum á orustu deginum. Þannig að drottinn ætlar að mæta á staðinn. Hvað langt þangað til að hann geri það? Ef við sjáum að þetta orðið alþjóða hreyfing að skipta borginni, eru margir dagar þangað til að borginni verður skipt? Erum við að bíða í mörg ár? Erum við að bíða í marga mánuði, jafnvel aldir? Getur það verið að við séum bara að tala innan 2 ára? Nú ætla ég ekki að fara neitt nánar í þetta, því það veit engin daginn stundina og við huggum okkur voðalega oft við það, já, það veit engin daginn stundina, en við vitum atburðarásina. Og þá sagt, þegar þetta gerist, að þeir skipta borginni, þá mun á þeim degi, 4. versið, fætur hans munu á þeim degi standa á Olíufjallinu. Hver er þessi hann? Það er Jesús Kristur. Þannig að dagurinn er settur. Dagurinn er tilgreindur. Og það er svo athyglisvert við hjá okkur kristnumönnum að þegar við sjáum atburðarásina gerast, Biden við skipta borginni, Palestínumennirnir hafa einmitt sett þetta fram sem kröfur sínar, síðan fer Biden til Sádi-Arabíu og veit hvað þeir segja núna ferð Bidens frá Sádi-Arabíu til Sádi-Arabíu? Mestu mistök sem nokkur forseti hefur lent í. Hann fór heim án þess að vera kvaddur virðulega frá Ríad. Hann fór einn út á flugvöll, hann fór einn í flugvélni, hann fór heim. Það var engin árangur af ferðinni. Er samhengi á milli þess að fara á móti tilskipun Guðs? Hann ætlar að venda Ísrael. Hann vill að við séum honum hlýðin, við áttum okkur á hvað að gerast og Biden átt að sjá til þess að leggja ekki andstöðuöflunum lið. Og það er þitt hlutverk líka, kæri áheyrandi minn, að það er köllun Guðs yfir þínu lífi að þú leggir ekki andstöðuöflunum lið. Að þú verður ekki með þeim sem segja það er engin Guð til. Að þú verður ekki með þeim sem segja þú þarft ekki að taka mark á Guðs orði. Að þú verður ekki með þeim sem segja hægt að lesa Guðs orð vegna það er hættulegt, það gerir jafnvel erfiðan. Lestu Guðs orð, agaðu heilaðinn og agaðu hjartaðinn til þess að vitir hvað er frá Guði komið, vegna þess að sá dagur er að renna upp að Jesús Kristus mun stíga fæti sínum niður á Olíufjallið og hann mun þá taka völdin á allri jörðinni. Og takk eftir öðru sem er að gerast. Við erum menn, já við erum menn. Og hafið tekið eftir hvað menn eiga auðvelt með að fara út af veginum. Nú eru Rússar og Úkraínumenn, þessir bræður farnir að berjast. Og þeir voru að semja. Þeir voru að semja daginn það að opna hafnirnar í Mariupol og senda út korn. Blekið var ekki þurrt á samningnum þegar eldflauga árás kom á höfnina. Svona eru menn. Þú getur ekki reitt þig á menn. Hvernig líst þér á að þú reiðir þitt trúarlíf á mönnum? Hvernig líst þér á að þú látir menn stjórna þér? Við þurfum að hafa anda Guðs. Við þurfum að hafa hann í okkur og með okkur. Og andi Guðs er miklu nær okkur en við höldum. Hann býr í okkur, hann er hjá okkur, hann vekur okkur til meðvitundar hvað er að gerast. Og það er andi Guð sem leiður okkur fram og hjálpar okkur til þess að taka fréttirnar og spádómana og halda okkur vakandi, vegna það er ekkert eitt atriði sem heldur okkur jafn vakandi eins og spádómarnir sem við þekkjum. Og ekki skirrast við að lesa Biblíuna. Látt hana hljóma, látt hana vera yfir þér. Tökum nú eftir einu. Dagur drottins, hver er hann? Og hvernig skildi dagur Guðs vera? Sefanía, hann lýsir degi drottins. Komið með mér í Sefanía, 1. kapitula. Þetta er alveg stórmerkileg spámenn sem við höfum.
og þeir eru að opna augu okkar og huga fyrir því hvað af Guði fætt. Sefanía á blaðsíðu 950. Hér talar Sefanía, fyrsta kapítulunum, og ég ætla að fara með ykkur í vers 15. Hann talar dag drottins. Hvernig skildi dagur Guðs vera? Sól og blíða og allt svoleiðis, rok og rigning eins og Íslandi. Nei, ekki alveg svoleiðis. En hann nefnir atriði sem tengjast degi drottins. Og dagur Guðs, hann getur verið ógurlegur. Og hann segir, dagur drottins dagur reiði, dagur neyðar og þrengingar, dagur eyðingar og umturnunar, dagur myrkurs og niðdimu, dagur skýþyknings og skýsorta, dagur lúðra og herblásturs, gegn viðgirtu borgunum og háu múrtindunum. Þetta dagurinn sem bíður þessara þjóða sem ætla að skipta Jerúsalem. Hvað það þú að vera þeim degi? Þú getur valið hvorum megin þú verður. Valið þitt í dag hvort þú verður Krists megin eða heimsins megin. Og það svo athyglisvert að þjóðirnar sem ætla að ná saman og skipta borginni Jerúsalem, þær eru að fá byr undir báða vangi. Tóku þetta í fréttunum. Þeir mættu saman í Teheran 3 ríkisstjórar. Ríkisstjóri Rússlands, Putin, ríkisstjóri Teheran eða Írans og ríkisstjóri Tyrklands. Og hvað voru þeir að tala? Þeir eru að tala einmitt framtíð Miðausturlanda. Þeir eru að tala einmitt olíuútflutningin. Þeir eru að tala hvort þeir geti sett með kjarnorkuvopn eða hvort þeir verði öflugt veldi. Og það nákvæmlega það sem að Íranir vilja. Þeir vilja eignast kjarnorkuvopn til þess að nota þau. Þeim alveg sama kjarnorkuvopn sem eru geymd í einhverjum geymslum. Rússar eru búin að eiga kjarnorkuvopn í yfir 70 ár. Og þeir hafa ekki notað nema bara í tilraunaskyni. En Íranir, þeir segja alveg hiklaust, við viljum bara eyða Ísrael. Og þess vegna eru gyðingarnir svona móti því að Íranir fái að eignast kjarnorkuvopn. Því það líf og dauða að tefla. Eru þið hissa að gyðingarnir skuli standa gegn? Eru þið hissa að gyðingarnir skuli biðja þjóðirnar allt í kring, Evrópu, Bandaríkin, að tala við Írani og semja þannig við þá, annarkvort vera þrengingar fyrir þá eða þeir stoppa þessa áætlun. En þeir gera það ekki. Og það vegna þess að Sefanía búin að sýna þér hvaða dagur það verður þegar við köllum dag drottins sem kemur yfir Miðausturland og kemur í okkar veröld. Það dagur neyðar og þrengingar. Það dagur reiði, eyðingar og umtutunar. Það dagur myrkurs og niðdimu. Það dagur vonleysis. Þá geta menn ekkert gert. Og það nákvæmlega það sem að Biblían segja við okkur að verði þegar borginni verður skipt. Það verður vonlaus staða, bæði fyrir gyðingana og fyrir hina kristnu. Það ein björgun þá til. Þess vegna kemur Jesús Kristur á skýjum himins og stígur niður á olíufjallið og hann stoppar þennan dag. Þurfum ekki á hann að halda. Þurfum ekki einmitt að sjá, já það Guð sem bjargar oss. Við þurfum að sjá alveg svo gyðingarnir sáu þegar Jesús Kristur kom á ösnufóla inn í Jerúsalem, þá hrópuðu þeir Hósanna! Hósanna Davíðs syni! Og það þýðir Guð frelsa oss! Guð frelsa oss! Eru við í söfnuði drottins hætt að biðja drottinum að frelsa oss frá öllu illu. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá sérhverri myndins illa. Erum við búin að gleyma því? Drottin hefur þig í huga og hafði í huga þegar hann opinberaði Sefanía þetta orð. Og drottin hefur þig í huga þegar hann veit að þessi atburðarás í gangi og við erum jafnvel ekki alveg að kveikja á perunni hvað þetta þýðir. En skoðum svolítið nánar, ég er ekki alveg búinn. Ég ætla aðeins að fara með ykkur inn í fleiri atriði sem að mér finnst skipta mjög miklu máli. Þessi dagur drottins
Sefanía vissi ekki alveg hvort það var fjarlægur eða nálægur. Því að sumir hafa bent á það að tímaskynjun spámanna, þeir sáu þetta í sýn, þetta var eins og eyja sem rís upp úr hafinu. Þú veist ekki alveg hvað langt á milli þeirra. Svo önnur eyja þarna og þá voru þeir að tengja saman. Jesús kemur hingað til jarðarinnar, líður og svo deyr hann og rís upp. Svo næsta skipti þegar hann kemur, að þá kemur hann í skýjum himins, stígur fæti sínum á olíufjallið. Þetta sáu spámennir. Þeir sáu atburðina. En þeir vissi ekki alveg hvað langt á milli í tíma. Nú vitum við að tímasetningin meir en 2000 ár. Og við vitum líka að við höfum ástæðu til þess að ætla að við erum komin að þeim tíma að við köllum þetta nútíminn okkar. Í fyrsta lagi, þetta er hvíldarár. Þetta er fagnaðarár. Fagnaðarár gyðinga, þegar allar jarðeignir runnu til þeirra. Þetta er 70. fagnaðarárið sem gyðingarnir hafa fengið frá því þeir stigu úr eyðimörkinni og inn í landið. Hvað segir þetta mér? Daniel í Danielsbókinni, 9. kapitula, ég ætla ekki að fara meira inn í það, þið bara getið skoða þetta sjálf. Þá talar Guð til Daniels og segir við hann, ég gef líf þínum 70 sjöundir. Og við höfum alltaf miðað þetta við Jesúm Krist. Og það passa nákvæmlega frá þeim tíma sem að Daniel sá og þangað til að Jesús Kristur leið, eða dó og reis upp, að þá eru 70 sjöundir kerubil fullnaðar. Ekki alveg þó. Það vantar eina sjöund. Það voru ekki nema 69 sjöundir liðnar. Og svo það hægt að segja annað. Ef að þetta líka tímatalið sem gerir ráð fyrir að þetta eru 70 sjöundir eða 70 fagnaðarár. Þá eru við í ár komin að 70. fagnaðarári gyðinga. Tíminn búinn. Tíminn liðinn. 70 sjöundir eru ætlaðar líf þínum. Og síðasta sjöundin 7 ár, sem við segjum, og ég býst við því að við getum sagt að hún sé þegar hafin. Horfið á atburðarás. Fylgist með því sem að gerast. Skoðið því hvað við þurfum að vera með og ef við sjáum þetta ekki sjálf, biðjið Guð að opna augu ykkar. Biðjið Guð að opna eyru. Að þið sjáið, skinnið og vitið, nú ekki tími til að vera í frillulífi. Nú ekki tími til að vera í trúalífi sem hefur ekkert að segja. Nú tími til að vera helgaður líður drottins. Nú tími til að við séum frátekinn fyrir hann vegna þess að hann að koma. Það að verða. Það að gerast. Og með þess að þegar fréttirnar að segja þetta við okkur kæru vinir, þá eðlilegt að við segjum hvert við annað, það svo stutt. Verum viðbúin. Verum klár. Því að drottinn Jesús Kristur, hann ekki að vekja okkur upp bara til þess að við séum hrætt og óttaslegin. Heldur að við áttum okkur á því. Við erum þau sem eigum að erfa það að heyra gott og góðu og trúi þjóð, yfir litlu varstu trú, yfir mikið mun ég setja þig. Áður en dagur drottins kemur sem Sefanía talar þessi dagur hörmunga, reiði, neyðar, þrengingar, þá drottinn kippaður upp. Hann vil bjarga þér frá þessum tíma og það það sem við köllum upphrífningu. Biblían talar ekkert mikið þetta orð upphrífningu, en hún talar það að við munum umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Þá við hrifin upp til funda við drottinn í loftinu. Hvers vegna? Það var að bjarga okkur frá þessum degi. Það var að bjarga okkur frá hörmungunum. Hvort viltu vera í hörmungunum eða missa af þeim? Á nú að fara að hræða okkur til hlýðni, segir fólk gjarnan. Jæja, á að taka okkur núna í gegn. Nei, þetta okkar val. Hvort vil ég vera varðveittur í Kristi? Enda segir Biblían, sæll sá situr í skjóli hins hæsta. Það ekki? Eða ætlum við að mér alveg sama. Þetta allt í lagi.
Nei, við viljum ekki lenda í þrengingum og hörmungum. Við viljum vera frátekin, varðveitt og í hendi lifanda Guðs. Og þar erum við og eigum við að vera. Þess vegna ég að tala svona til ykkar í dag. Í raun og veru þá ætti þessi salur að vera troðinn af fólki sem vil ganga við helgunarinnar. Hann ætti að vera troðinn af fólki sem hefur gefið Jesú Kristi það heit. Ég ætla að gera Jesú Kristi að leiðtoga lífs míns. Og hvað ekki margir Íslendingar sem hafa kropið fyrir framan altarið, fyrir framan prestin og sagt já, ég vil gera Jesú Kristi að leiðtoga lífs míns. Og svo leiður farnir út og búin að fá hennan 200-300 kall í gjöf, þá búin að gleyma þessu. Jesús Kristur, hann á að vera drottinn og herraðinn. Að síðustu, þá ætla ég að benda ykkur á. Mér finnst það mjög merkilegt. Hvað að gerast á okkar dögum þegar Jóel, síðast í spádómnum sem ég ætla að fara í, þegar Jóel talar til okkar. Komið með mér í Jóel 3. Jóel 3 er spádómskafli sem á gríðarlega mikið erindi til okkar og við sjáum það út frá Jóel að hann hefur greinilega haft mikil áhrif og í hann vísað mjög gjarnan á hvítasunnudag forðum. Og við erum að fara í blaðsíðu 923. Jóel spádómsbók, spámaður, hann að tala. Pétur, hann vísaði til fyrstu versana þegar hann einmitt segir en síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir og dætur munu spá. Þetta var spádóm sem rættist á hvítasunnudegi forðum og það var á sunnudegi aðtöðri. Þannig að ef þið haldið það að sunnudagurinn sé markleysa í biblíunni og við höfum bara að halda laugardag, lesið bara ritningarnar og takið eftir hversu oft Guð opinbera dýrð sína á sunnudegi. Hann byrjaði á því að reisa Jesú Krist upp á sunnudegi. Hann talaði til lærisveinanna á sunnudegi vikunni seinna og það var þá sem á Tómas postuli fékk að snerta sárin og setja hendina í síðusárin og sagði drottinn minn og Guð minn. Það var á sunnudegi. Skiptir þetta einhverju máli? Það var á sunnudegi sem að heilugum anda var úthellt. Svo þeir fengu að sjá nýja sýnir og tala á tungum og þeir komu út sem umbreyttir menn. Menn djörfungar, menn kraftar, menn sem að vissu hvað orð Guð sagði. Og við getum alveg rakið þetta. Það sunnudagurinn sem hinn nýji sáttmála dagur. Við látið þið enga taka þetta af ykkur. Hann innsiglaður með heilags anda kraftinum. En svo komum við til þess að halda þessu nú öllu til haga. Komið svona með mér í 7. versið. Og nú ætla Torfi að setja þetta upp þannig að þið getið séð þetta á skjánu hjá ykkur líka. Sjá á þeim dögum og í þann tíð ég snífið högum Júda og Jerúsalem, vil ég samansafna öllum þjóðum og færa þær ofan í Jósafatsdal. Hvar hann? Færa þær saman í Jósafatsdal. Jósafatsdalur þýðir dómsdalur. Jósafat þýðir drottinn dæmir. Hann ætlar að safna öllum þjóðum saman. Hvaða kafli? Þetta 3. kafli. Og 7. vers. Og 7. versið. Og 7. Og þá sjáu þið, vil ég samansafna öllum þjóðum og færa þar ofan í Jósafatsdal. Þannig að drottinn ætla sér á stefnumót. Hann stefnir þjóðunum á þennan eina stað. Og þetta ekki merkilegt að við eigum stefnumót við Guð almáttugan? Og ef að hennu líkar ekki vel að við eigum stefnumót við hann, þá eins gott að við förum aðeins átt okkur á hvað í gangi. Og sjáu þetta, nú vitum við að Ísraelsmenn komin heim. Þeir byggja Ísraelsríki, þjóðin komin, Jerúsalem til, borgirnar þarna. Við erum að stefna sum hver að fara til Ísraels innan skams. Svo heldur hann áfram og nú ætla ég að fara með ykkur aðeins inn í annað vers þarna á þessum merkilega kafla, í þessum merkilega kafla. Ég ætla að fara með ykkur inn í versið sem að kemur á 17. versið í þessu sama kafla. Jóel 3:17. Þá segir, stórmerkilegt, hreyfing skal koma á þjóðirnar. Já, Biden mættur, þið heyrið að hreyfing á þjóðunum. Það eitt og annað í gangi sem að
Okkur finnst kannski ekki endilega skipta okkur svo miklu máli, allavega tala fréttamiðlarnir ekkert mikið þetta. Þeir eru ekkert að útskýra hvað í gangi, en í þessu 17. versi hjá Jóel 3 þá segir hann: Hreyfing skal koma á þjóðirnar og þær skulu halda upp í Jósafats dal, því að þar mun ég sitja til þess að dæma allar þjóðirnar sem umhverfis eru. Þær munu mæta á staðinn. Ætla þeir að vera með Írani í forystu, ætla þeir að vera með Tyrkjum og Rússum. Þið getið lesið þetta í Esekiel 38 og 39. Öll þessi mynd, hún að koma upp til okkar að þjóðirnar, þær vita ekki hvað framundan en við sjáum það. Við höldum að það sé bara pólitík í dag, en þeir vita ekki, það búið að setja króka í kjálka þeirra og það verið að draga þá á stefnumótið þegar Guð dæmir þjóðir. Og af hverju munu vera dæmdir? Það sagt: bregði sigðinni, því að kornið fullþroska. Þetta 18. versið. Komið og tróðið því að vínlega þróin full. Það flóir út af lagakerrunum því að illska þeirra mikil. Hvar annars staðar talað vínlaga þróna sem eru tróðin og skorið upp af sáðlandi jarðarinnar? Ekki Opinberunarbókin að tala þetta? Erum við virkilega með Jóel og Opinberunarbókina að lýsa sama atburði? Erum við sem erum áhorfendur að þessu í dag, erum að sjá bæði Jóels spádómsbók og síðan Opinberunarbókina rætast fyrir framan nefið á okkur og við skiljum ekki hlutina. Og við erum alveg undrandi. Og við segjum bara: bíddu, hvað í gangi? Ég skil þetta ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Guð veit nákvæmlega hvað framundan Og kæri áheyrandi minn, bróðir og systir, ég ekki að segja þetta til þess að þú óttist. Ég að segja þetta til þess að þú helgist. Ég að segja þetta til þess að þú farir eftir orði Guðs. Þetta björgunar áætlun drottins Guðs. Og hann vill að þú verðir hólpinn á degi drottins. Þú einn af þeim sem átt erindi og hlutverki í Guðs ríkinu og þú fáir að vera hrifin upp til funda við drottin í loftinu, því hann að koma. Atburðar á samtímans þannig að þú getur ekki flúið. Og þjóðirnar og þjóðhöfðingjarnir og Biden og Putin, nefndu alla á nafn, þeir vita ekki hvort fótið þeir eiga að stíga. Það eitthvað sem dregur þá. Ég veit hvað dregur þá. Tíminn kominn. Tíminn kominn. Og tími fyrir okkur til þess að frelsast og leyfa Jesú ná tökum á okkur, hann líka kominn. Heyri að mig við því. Þá skulum við standa upp, kæru vinir, og við skulum biðja drottin að hann haldi í hendi okkar og leiði okkur áfram sinn veg. Eru þið sammála því? Takk Jesús minn fyrir náð þína og miskunn að opinbera okkur vilja þinn og spádómana þína, drottin minn. Hjálpa okkur til þess að við fáum að vera í helgun þinni, við fáum að vera nefnd eftir nafni þínu, við megum vera í heilugum anda þínum og leitt af orði þínu. Takk Jesús minn. Við munum biðja þess að við fáum að vera samkvæmt því orði sem gerir okkur tilbúin og hæf til þess að heyra af þínu vörum: gott, þú góði og trúi þjóðn. Og nú bið ég Jesús, þeir sem að heyra og ekki sammála og ekki frelsaðir, talaðu til þeirra, opnaðu hjörtu þeirra, ljúktu upp augu þeirra, drottin, svo í fyrsta lagi þeir megi sjá sig sem synduga menn. Þeir megi segja við þig: drottin, ég syndugur maður, frelsaðu mig, leystu mig í blóði þínu, gerðu mig að þínum manni. Og takk Jesús að þú vilt halda í hönd okkar, þú vilt hjálpa okkur til þess að vera þinn, þú vilt hjálpa okkur til þess að vera heilög, þú vilt hjálpa okkur til þess, drottin minn, að við fáum að þekka þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesúm Krist. Í Jesú nafni. Amen. Náð drottins og Jesú Krist, kærleiki Guðs
og samfélag heilags anda sé og veri með ykkur öllum í Jesú nafni. Amen. Systkini, haldið ykkur í Drottin. Haldið ykkur fast við það. Því að Guð, hann vil gera sig dýrlegan í þér. Amen. Guðni. Já, pabbi. Heyri, Herran kallar. Þú fyrir bæn. Það eitthvað við þetta frelsari Drottinn Jesus, þér mun lúta þjóðanna Jesus, 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 hrópa líðir önd og stórn, haf og himinn þótt líð undir lok, stendur stöðug þitt heilaga orð. Jesus, 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 Guð eitthvað við þetta nafn, frelsari Drottinn Jesus, þér mun lúta þjóðanna Jesus, Jesus, Jesus.